Guðrún Högna, segðu mér, hvað Franklin Covey? Já, við erum alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki eins og við tölum og erum að virkja frammistöðu fólks og vinnustaða bara allan heim. Já, og hvernig gerið þið það? Heyrðu, við gerum það með alveg einstaklega áhrifaríkum og skemmtilegum nálgunum og mjög mennskum nálgunum líka. Vinnum bara á 7 sviðum, erum kannski þekktust fyrir vinnu okkar með leiðtogum og stjórnendum og nálganir eins og 7 venjur eða 4 lykilhlutverk leiðtoga. Nú, svo erum við að vinna mikið með framleiðni, hvernig getum nýtt tíma okkar, athygli og orku betur og þar vinnum við mikið með lausnir eins og 5 choices og verkefnastjórnun. En hér heima erum við mjög þekkt fyrir vinnu okkar með framkvæmdastefnu og stefnumarkandi breytinga, 4DX. Og kannski í grunninn má segja að við vinnum alltaf með því að umbreyta eða hafa áhrif á hegðun fólks. Ekki að láta það lesa okkur nýja grein eða upplifa eitthvað svona infotainment, heldur virkilega að skilja hvernig hegðun mín hefur áhrif á árangur minn og árangur vinnustaðarins. Já, og væntanlega þá samstarfsfélaga líka. Algjörlega. Hvernig það farið þið inn í fyrirtæki eða koma fyrirtækin hingað og leita þjónustunnar? Hvernig gengur það fyrir sig? Sko, við erum yfirleitt að vinna offsite, þannig að við vinnum mikið inn á hótelum landsins og hérna og svona á vinnustöðunum. En í rauninni þetta alltaf lengra ferli. Þannig að við byrjum alltaf á svokölluðu 360 gráðu mati, þar sem hver og einn fær svona bara spegilmynd af sjálfum sér, bara hvar stend ég með við eigin svona afstöðu og fær umsögn, svona 12 til 20 samstarfsmanna, undirmanna, yfirmanna og vina og kunningja út frá þeirri list sem við erum að vinna með. Og þetta rafrænt mat, þannig að þú mætir með þessa spegilmynd af þér inn á vinnustofurnar okkar og síðan að spegla þig í okkar akademísku efni og svona hvernig bestu vinnustaðir í heimi að ná meira árangri. Hvernig þessi aðferð sem að virkar, getur þú sagt mér aðeins frá sögu hennar? Þetta gömul aðferðafræði eða? Sko, í grunninn má segja að Franklin Covey stofnað í kringum doktorsvinnu, Dr. Stephen Covey, sem var í Harvard, sem að fór af stað með þá einföldu spurning bara hvað það sem liggur bak við árangur fólks. Bæði listamanna og stjórnenda og stjórnmálamanna og fleiri. Og það þessi fræga bók sem heitir 7 venjur til árangurs. Og í rauninni, þetta er engin geimvísindi, þetta kemur engum á óvart. En það sem gerist það að þessar 7 einföldu venjur sem leggja grunninn að árangur okkar, það gleymast í dagsins önn. Og bara þetta hvað það þýðir að taka ábyrgð, eða þýðir að vera virkur, eða þýðir að hafa kjarkinn til að hafa smá framsýni og að hrinda hlutunum í framkvæmd. Þannig að þaðan kemur þetta og það sem heillaði mig við Franklin Covey, að ég á langa sögu úr íslensku viðskiptalífi bæði gegnum Deloitte og Landspítalann og HR. En það var ekki það endilega hversu akademískt efni var, heldur hvernig bara nálgunin við að vinna með fólki og virkilega hafa áhrif á hegðun þess. Þannig að 360 gráðu mat, ofsalega skemmtilegar, gagnvirkar vinnustofur sem byggja á leikjum og æfingum og samtölum og að sjálfsögðu sögum frá öðrum vinnustöðum. En svo fylgjum við þeim eftir. Þannig að eftir vinnustofurnar að þá erum við búin að para fólki saman í svona peer coaching samstarf. Þannig að ef þú og ég værum að vinna saman, þá myndum við hittast vikulega með app, taka samtöl sem tengjast efninu og ég myndi spyrja bara hvernig gengur, hvað var að virka. Og þau samtöl eiginlega grunnurinn að þessari hegðunarbreytingu. Svo komum við aftur inn 6 mánuðum seinna, tökum aftur 360 gráðu matið og sjáum breytinguna. Og það hegðunarbreyting? Það virkilega hegðunarbreyting. Og við sjáum það að við erum búin að vinna náttúrulega okkar íslensku ráðgjafar hafa þessa heppni, við erum að fá að vinna með íslenskum fyrirtækjum og erlendum í næstu 3. tug erlendra landa. Og við metum alltaf fyrir og eftir árangurinn okkar og það undantekningarlaus gagnger breyting að sögn annarra á hegðun fólks. Og það kannski lykillinn að þessu, við erum ekki bara að spyrja þig, ég meina breytist eitthvað í þínu fari, heldur spyrja aðra, var einhver breyting á hennar framkomu eða hennar forgangsröðun eða hennar stefnufestu. Og þetta verður örugglega mjög skilvirkt og skilvirknin innan fyrirtækjanna hlýtur að aukast. Og við sjáum það okkar viðskiptavinir segja, við sjáum breytingu í EBITDA 6 mánuðum, bara í því í rekstrarafgangi 6 mánuðum eftir að við keyrðum vinnustofurnar. Og það kannski líka bara eins og með góð íþróttalið, að auðvitað erum við framúrskarandi einstaklinga, en það hvernig fólk vinnur saman, að það ekkert sjálfgefið. Og það þarf að vera góður þjálfari. Það þarf að vera góður þjálfari. Og þar komum við mjög aftur að þjálfa bæði þjálfara í þeim skilningi við erum að þjálfa leiðtoga, en líka að þó svo okkar aðgerð sem er mikið innan á vinnustað, að þá erum við mest í því núna að þjálfa innanhús þjálfara, sem að kenna okkar efni, sem að coacha með efnið okkar
og í rauninni ekki kannski að stytta sér leið en að ná árangri á bara sögu og reynslu þúsunda annarra stjórnenda allan heim. Þetta náttúrulega gríðarlega stórt og maður gerir sér ekki alveg grein fyrir hversu stórt þetta svo víðtækt í svo mörgum löndum. En hvernig fyrirtæki eru það sem eru aðalega að sækja þjónustu hjá ykkur? Heyrðu, það kom mér mest á óvart að sjá það að þetta þessi nálgun, hún hentar allstaðar. Já. Þannig að við erum mikið í opinbera geiranum, hér heima og náttúrulega erlendis, við erum mjög mikið í einkageiranum. Ég var uppalega með þá tilgátt að ég myndi minna mest með þessum stóru stærstu fyrirtækjum landsins og vissulega erum við að vinna í dag með 23-25 stærstu fyrirtækjum landsins en við erum líka mjög mikið að vinna með frumkvöðlum, yngri fyrirtækjum, með vinnustöðum sem að rétt að byrja og það þessi heilbrigðarskynsemi hún á allstaðar við. Guðrún, mig langar svolítið að fræðast aðeins meira hversu vítt Franklin Covey er. Já. Ef þú getur gefið mér dæmi? Já. Heyrðu, við erum starfandi í 150 löndum, þannig að við komum mjög víða við sögu og kannski það speglar svolítið í því hvernig við vinnum með okkar íslensku fyrirtækjum að á sama tíma erum við að vinna hér heima með íslenskum stjórnendum og til dæmis fyrir CCPI, kennum á íslensku og tökum vinnustofnun á íslensku, en erum líka að vinna með þeim í Shanghai eða í London. Já, og á þá kínversku eða ensku. Já. Og eitt árið þá unnum við ár eftir ár hefur við unnið með Alvogen og við höfum þetta rúllað út til dæmis 7 Habits eða 5 valkostum á kannski 10 tungumálum á sama tíma. Já. Hvað Franklin Covey á mörgum tungumálum? Við erum að þýða allt okkar efni yfir á 38 tungumál. Vá. Og hluti af okkar lausnum líka stafrænar, þannig að við erum alltaf með alveg heilan campus af stafrænu efni og það allt þýtt yfir á allir þessi tungumál líka. Þannig að á sama tíma getum við verið að vinna í rauninni bara allan heim, algjörlega á forsendum hvers og eins. Og allt okkar efni líka beta keyrt, þannig að þegar við kynnum með nýjar lausnir, þá erum við að sannreyna það á móti ólíkum trúm, kyni, aldri, landamærum og svona hugsunum. Þannig að við erum algjörlega með það á hreinu að þetta sé að henta við ólíkar aðstæður, af því við erum í fjölbreytt. Hvaða þættir urðu til þess að þið ákveðuð að fara í Franklin Covey? Það eru kannski nokkur atriði sem skipta máli þar. Það fyrsta lagi var að þetta náttúrulega alþjóðlegt viðurkennt nám. Þannig að námsefni búið til að, ég geti sagt, bara miklu fagfólki á sviði stjórnunar og Franklin Covey náttúrulega búin að vera starfandi í ykkur áratugi og hafa algjörlega sannað að efnið þeirra vel byggt á rannsóknum og þetta ekki eitthvað sem mönnum finnst, heldur þetta svona eitthvað sem maður segir, eitthvað súbstans á bak við það. Og komin svona góð reynsla á þetta. Komin góð reynsla á þetta. Það líka kannski þetta sem ég getur kallað kannski plattform. Það að segja að þeir eru búin að opna fyrir rauninni aðgang að þeirra rauninni efni á netinu með svona ákveðni síðu sem þú hefur aðgang að 10-100 efni stjórnun. Þannig að þú getur unnið þetta miklu meira svona bæði eins og segir, svona móta fyrirfram. Ok, við ætlum að leggja áherslu á þennan þátt hjá stjórnendum í haust eða vorun eða hvað sem er. En sem getur klæðskera sem þetta líka fyrir einstakar stjórnendur. Þú getur átt samtal, ok, hvað ert þú að kljást við í dag? Hver eru þínar áskoranir? Ok, við erum með efni hérna inn á, varstu búin að skoða þetta efni? Já. Sem til dæmis þarna inn hjá Franklin Covey eða eitthvað annað. En þetta gefur þennan möguleika líka. Þannig að maður segja að þessi 2 atriði hafi svona vegið þyngst. Svona góður gagnagrunnur. Góður gagnagrunnur. Svo náttúrulega líka bara þetta sem skiptir máli auðvitað að hafa, ég geti sagt, gott aðgengi líka síðan að Franklin Covey á Íslandi. Þú veist, þau eru líka sem eru eins og Guðrún Högna sem svona keyrir þetta hérna á Íslandi og hún náttúrulega líka mikill reynslubolti. Já. Þannig að hafa það aðgengi skiptir líka mjög miklu máli. Já, segðu mér Andri, hvernig hefur Franklin Covey aðstoðað ykkur hérna hjá Ölgerðinni? Við höfum til dæmis tekið upp aðferðafræði Franklin sem heitir 4DX, 4 Disciplines of Execution. Já. Við höfum reynda gert það á okkar. Ég ekkert mikið fyrir að tilengja mér svona erlendaskannstaðanir í rekstrunum, þannig að við köllum þetta VAF1. Sem stendur þá fyrir? Það stendur fyrir viðskiptavinurinn númer 1 eða fyrsta val viðskiptavina. Starfsmaðurinn má ráða. Vegna þess að það vill þannig til að það okkar framtíðsinn að við séum fyrsta val viðskiptavina og neytenda. Já. Og hvernig hafði þetta áhrif á stjórnendur hérna innan fyrirtækisins? Við eins og örugglega flest önnur fyrirtæki, við erum alltaf að glíma við það að það ákveðið svona skortur á
consistency, við fylgjum ekki nægilega vel eftir hlutum, við byrjum á einhverju átaki og svo bara fjarar þetta út. Og það er sjúklega erfitt að innleiða hegðunarbreytingar. Já. Og það þarf ákveðin aga og ákveðin svona rytma til þess að fá það inn í DNA-ð á fyrirtækinu. Já. Þetta var vandamál hjá okkur og við höfum leyst þetta á okkar mati með því að tileinka okkur 4DX. Já, þannig að þetta er skilvirkt, þetta hefur virkað fyrir ykkur. Já, þetta hentar okkur mjög vel. Já. Og hentar líka bara fyrirtækja menningunni ágætlega vegna þess að það er ju það sem er erfiðast að breyta og stjórna í fyrirtæki, það er fyrirtækja menningin. Já. Og þetta kerfi hefur virkilega áhrif á menningunni. Segðu mér Hrönn, hver er lykillinn af ánægðum viðskiptavinum ár eftir ár hérna hjá okkur á Sjóvá? Það er stór auki frumkvæði. Já. Það er breytingin. Við settum okkur mjög metnaðarfullt markmið í árslok 2015 að vinna ánægjuvogina. Já. Og við vissum að til að ná þessu markmið þá þyrftum við að gera einhverja breytingar. Já. Af því að það að halda áfram að gera það sem við vorum vön var ekki líklegt til að skila okkur á nýjan stað. Nei. Maður verður alltaf að þróa. Já, maður þarf að breyta einhverju og við nýttum okkur 4DX aðferðafræðina. Já. Það er mun jákvæðara viðhorf í dag, bara í húsinu, til breytinga. Já. Við vitum að það er nauðsynlegt að breyta til að þróast áfram. Ef við þróumst ekki áfram þá stöðnum við og þá förum við að dragast aftur úr. Hópurinn sem ég starfaði var einn af þeim fyrstu sem fór af stað í 4DX verkefninu í apríl 2016 og það er bara þetta stóraukna frumkvæði. Við tökum upp símann og hringjum í viðskiptavini við bara henni ýmsu tækifæri. Já, þetta var í rauninni, þið útrýmduð frestuninni. Já, styttum biðtíma með því að leysa málin bara strax. Já. Hvernig gekk að fá fólk hérna innan hús til þess að taka við þessu kerfi? Það gekk, satt best að segja, misjafnlega vel. Já. Sumir hópar voru mjög fljótir í gang og tóku vel í þessa aðferðafræði. Aðrir áttu aðeins erfiðara með að máta sig við hana. Já. En við svolítið svona sögðum að það skipti máli hugafar og viðhorf stjórnenda að smita áhuganum niður á teyminn. Og gekk það eftir? Smitaðist áhugin niður á teyminn? Ja, svo sannarlega. Hjá þeim sem náðu að fóta sig fljótt í þessu. Sko. Þá náðu þeir að draga teyminn með og það gekk rosa vel.